Heyrðu, ég klukkan slær 1500 og bara bjóð ykkur velkomin á 18. fund játgerðar á Teams. Venju samkvæmt sendi ég hann út á vikufréttir að loknum fundi. Og fyrsta mál hjá mér að við hjá játgerði vorum með samtalsfundi síðustu viku og hann var mjög vel sóttur. Það voru 70 manns og ég vil bara þakka þeim kærlega fyrir sem að mættu. Við áttum hreinskiptar og góðar umræður svona hvað fólki finnst okkar málefni í dag og það eru nú þannig að flestir eða öllum á þessum fundi bar saman að það gengi ansi hægt núna næstu skref og við erum búin að vera föst í sömu hjólförunum svo mánuði skipti. Og húsnæðismálin og eru þar náttúrulega efst á baugi og síðan í kjölfarið bara næstu skref uppbyggingar sem heitir náttúrulega bara skólamál, leikskólamál og koma fólkinu tilbaka. Þetta raunverulega brennur mest á fólki til þess að taka ákvarðanirnar sem skiptir öllu framtíð barna þeirra og þeirra sem koma hingað aftur heim. Þannig að það svona ef vill einhver bæta einhverju við, Pétur var á fundinum, Sólveig var á fundinum, Ómar Davíð, Dagmar, þannig að... Já, mér fannst mér finnst mjög áríðandi sem hún var að segja Kristín María að það tekur tíma líka að ráða skólastjóra og kennara og gera þetta vel. Þannig að tíminn dálítið mikilvægur. Að við vitum hvað að fara að gerast og það sé að við séum dálítið fljót að koma hlutunum í gang. Og ég nú með 4 stráka og ég sjálf, 2 eru reyndar bara ennþá á í grunnskóla næsta haust, en mig langar rosalega að vita. Mér finnst rosalega áríðandi að vita hvort að við fáum framlengingu á að gista eða kaupa. Og mér bara mjög erfitt að ákveða að hafa vonum að eitthvað gerist þegar ennþá ekki búið að segja nákvæmlega þetta. Þórkell á eftir að koma fram með einhverja lausn. Þannig að ég vildi bara segja þetta. Já, þetta það sem að flestir töluðu að við værum bara föst í hjólförunum og bara hefðum ekki tæki og tól til að koma okkur upp úr þeim. Það vantaði stærri dekk. Aðeins bæta við, mér finnst þessi ályktunin á fundinum það að löngu komið tími á það að menn komi fram allir sem hafa eitthvað að segja, jafnvel þó að sé bara sama og sögðu síðast og segja fólki hvað í gangi. Og það verið komið fram miðjan febrúar og það var talað að fólk fengi eitthvað að vita í janúar og það mínum dómi þetta rauninni lykilmál að öllu, eins og við alltaf sagt, að upplýsingar tölum bara til foreldra, framsetning upplýsinga hættumat og áhættumat, hvað mikil hætta ef hún einhver að koma með börnin inn með sprungur á annan bæinn. Aðgengi að þessum upplýsingum alls ekki nógu gott, svo takk dýpri yfir árinni, það ruglingslegt og það ekki uppdatað og ég trúi bara ekki, ég hef verið að lesa rétt áhættumat að síðasta ítarskoðun á sprungum á vegum þess sem framkvæma áhættumati sé síðan 18. júlí. Þið leiðréttið mig bara, ég vona að ég geti leiðréttið mig því að þetta lykilmál að öllu og áður en að Þórkell geti sett eitthvað fram að selja okkur eða leigja okkur vera í húsunum, það þarf bara að gera gangskörðu því að upplýsingar séu bara daglega eða vikulegar uppfærðar ástand jarðvegar í Grindavík og við vitum ekki annars í lagi. En þetta einhvern veginn, við erum eins og hundurinn að elta skotti á sig. Við vitum að fullt að gera starfstæðir en það einhvern veginn enginn sem vil segja frá því eða bera ábyrgð því að taka einhverja tímalínu nema bæjarstjórnin búin að ákveða að stefna því að hafa skóla í Grindavík í haust. Og hver vika sem líður þessu án þess að koma einhverjar haldbærari skýringar bara vond.
Þannig að þetta en öryggismálin og sko, það kemur engin foreldri með barn í bæinn nema að geta leitað upplýsinga á einhverju og það getur engin tekið ákvörðun nema að sé hafa einhvern upplýsingagrunn að leita í sem að treystir. Og þá ég alltaf að vísa á að svona svör geta bara þeir veitt sem eru hérna reglulega. Amen. Já, þetta kom einmitt skýrt fram, Pétur, á fundinum að hérna, það væri einhvern veginn, það væri alltaf verið að spyrja sömu spurningana og það væri bara engin svör og hérna Grindavíkurnefnd hefur verið dugleg að funda hér við ýmsa aðila og þeir væru alltaf að spyrja sömu spurningana en þeir hefðu aldrei nokkuð tíma neinn svör fyrir þá aðila sem að væri að spyrja, þannig að það er alltaf þetta sama, við erum föst í sömu hjólförunum á öllum sviðum sem að þurfa að liggja fyrir til þess að næstu skref væri hægt að taka næstu skref. En Örn hérna frá Þórkötlu, einhverjar nýjar fréttir frá ykkur til að segja okkur, Grindvíkingum? Já, komið sæl. Sko, við höfum nú framlengt gistiheimild eins og hefur komið fram og var svona ákall eftir. Við framlengdum hana út sumarið eða til 31. ágúst og vorum að breyta ákveðnum formi á hollvinasamningum sem voru upphaflega tímabundnir. Við erum áfram að vinna að endurkaupa áætlun og hérna þar eru nokkrar áskoranir sem blasa við okkur sem við höfum ekki fundið góða lausn á en við erum áfram að eiga samráðsfundi og við erum að útfæra suma þætti í þessari áætlun þannig að okkar vinna í fullum gangi en það eru þar þættir sem að við ráðum ekki alveg við og erum að skoða með hvaða hætti hægt að leysa og ég á svo sem ekki von á að það fáist svona einhver botn í það þannig að við getum kynnt það fyrir einhver tíman kannski seinni part marsmánaðar. Það svona eins og tímaramminn lítur út fyrir hjá okkur. Kemur þá til greina hjá ykkur Örn að hérna framlengja gistisamningin ef að þetta tegist eitthvað fram í apríl verður þá? Sko, ég myndi segja það þannig að við erum að vinna að því að það taki eitthvað við í lok ágúst sem svona meira svona, við getum sagt áþreifanlegt og svona til frambúðar. Gistiheimildin, hún snýr að því að fólk ekki heimil föst búseta og gistiheimildin ekki hugsað með neinum öðrum hætti en skammtímalausn og hefur alltaf verið. Þannig að við erum að skoða langtímalausnir og höfum átt bara góð samtöl ákveðna hugmyndafræði sem að byggir á svona kauplegu hugmyndum og hérna, en við erum jafnframt að skoða aðra lausnir þannig að ég held að það sem ég get sagt að það mun taka eitthvað annað við í ágúst en gistiheimild en nákvæmlega hvað það verður og hvernig það verður útfært liggur ekki alveg fyrir. Ok, takk fyrir þetta Örn. Einhver spurningar til Arnar Eva frá ykkur? Má ég spyrja? Gjörðu svo vel, Dagmar. Mér langar bara að fá að vita, núna hafið þið hérna Þórkatla verið að koma með tillögur til Arnar, til hérna Þórkatlu. Örn, eru þið að skoða miða við hvar þær frá Þórgerði komum með á borðið? Já. Hvort að þið ætlaði eitthvað að skoða það að breyta því plani sem þið að vinna í? Hvort að við höfum eitthvað að segja við Grindvíkingar sem vilja snúa tilbaka hvernig samningarnir verða? Eða eru þið bara búnir að ákveða nú þegar og það verður bara þannig og það ekkert verið að fara að hlusta á okkar beiðinni eða reyna að koma á móts við okkur með það? Jú, ég ætla svo sem ekki að fara að úttala mig hugmyndir hérna járngerðar en það eins og ég nefndi áðan hollvinasamningar og gistiheimild bara tímabundi úrræði og getur ekki verið eitthvað sem til lengri tíma litið.
En við erum að skoða aðrar og ýmsar leiðir og við erum að eiga samtöl við ýmsa í Grindavík og fá ábendingar og punkta og munum halda því áfram. Þannig að við erum klárlega að hlusta á þær ábendingar og athugasemdir sem koma fram og munum bara halda áfram í þeirri vinnu. Má ég kannski spyrja Örn, varðandi, ef að ég hefði til dæmis áhuga á því að bara hitta þig á morgun og kaupa húsið mitt tilbaka, væri það möguleiki? Sko, það liggur fyrir og eru lög í landinu sem eru þannig að það getur hver og einn keypt sitt hús tilbaka á 95% af núverandi brunabótamati. Það eru lög í landinu sem eru þannig og það getur bara hver og einn í Grindavík gert það og við myndum bara reyna að afgreiða það hratt og vel. Það er þannig. Og það varandi, þú veist, tjónamat og þess að þeir eru búin að meta í rauninni nær allar eignir, er það rétt? Sko, lögin segja bara hreinlega að það er eitthvað brunabótamat á eignin í dag og þeir sem merktu við forkaups eða kauprétt, þeir geta bara hreinlega haft samband við okkur og keypt sína eign tilbaka á 95% af brunabótamat í dag. Já, óháð því bara hvort að eignir sé tjónuð eða hvað, þá myndi bara kaupandi taka það á sig. Já, það er svo, þú veist, eins og komið hefur fram og við höfum horft til að í þeim tilfellum sem við höfum fengið greiddar tjónabætur, að þá stendur alltaf til að draga það frá kaupverði þegar kemur að endursölu. Ok, takk fyrir þetta. Sólveig, gjör svo vel. Já, mig langar að spyrja, sko, nú var lögunum hjá Náttúruhamfaratryggingafélaginu stofnun breytt 2019, þannig að þú gast ekki fengið greitt út tjónabætur nema sýna fram á að þú hafir gert við húsið. Þetta var gert í kjölfar jarðskjálftanna hérna á Suðurlandi. Og en nú heyrist mér þér Örn að þið hafi fengið í einhverjum tilvikum greiddar tjónabætur. Já. Er þetta skilyrði þá ekki lengur fyrir hendi hjá Náttúruhamfaratryggingu að það þarf að gera við húsin til þess að fá peningan út? Það verður eiginlega bara að spyrja þau það. Það verður allavega ekki verið í okkar tilfelli. Nei, ok, takk fyrir þetta. Þetta er áherslu þetta, takk. Já, þetta, flott. Pétur, gjör svo vel. Þetta var gott að vita, þó að sem vonum seinna að í lok mars þá taki eitthvað við í 1. september og við vitum að vinna með okkur því og að það sé notast fyrir sem besta. Er eitthvað annað en fjármálagjörningar eða verðmat og greiðslumat og annað sem kemur í veg fyrir að þú klárir það að tilkynna hvað við fáum í boði á lokum? Nei, eins og ég kom að, við erum bara hreinlega að vinna í þessu. Það var komið fram ábendingar og athugasemdir og við erum bara, þú veist, að vinna það bæði gagnvart Grindvíkingum og stjórnsýslunni og löggjafanum. Þannig að við erum bara í viðtæku áframhaldandi samráði og samstarfi við ýmsa aðila útfærsluna. Og eins og ég hef svo sem sagt áður á þessum fundum, það er ástæðan fyrir því að við viljum ekki kynna þetta. Það er ekki að þetta sé svo mikið hernaðarleyndarmál, heldur fyrst og fremst það að við viljum ekki vera að kynna eitthvað sem er ekki alveg orðið fullsmíðuð afurð og teljum það bara ekki ábyrgt. En ég vona að þetta verði í mars betur. Ég var einhvern tíma sagðist ég vona að þetta er í janúar en ég vona að það verði í mars, en við erum ekki að reyna að hanga yfir þessu, við erum að reyna að fá þetta á hreint og ef við hefðum ráðið þessu ein og óstudd þá væri þetta löngu komið fram. Svo það liggi fyrir. Já, þetta er einmitt kannski kjarni málsins sem að rætt var á fundinum hjá okkur í síðustu viku að þetta vinst svolítið hægt allt saman og tillögur okkar
járngerðar miðuðust náttúrulega því að fá fólk heim hratt og örugglega og hafa þá þetta svigrúm til þess að taka þessa ákvörðun á meðan væri verið að vinna að málinu, bara í öruggum og góðum skrefum. En á sama skapi hefði þá þetta svigrúm, hvort sem að það væri 1 ár, 2 ár eða 3 ár, það er svo sem allt annað dæmi. En þá væri búið að koma fólki heim og kannski fleirum heldur en ef þetta dregst. Það var nú mergur í málsins í okkur að því að við erum nú að vinna fyrir flesta eða bara alla íbúa Grindavíkur og þetta fannst okkur leið sem að gæti virka fyrir flesta. En svo var nú næsta mál á dagskrá ef enginn vill bæta neinu við hér. Ástæðan kom með hendina á loft. Ásrún, já, ég sé það. Fyrirgefðu Ásrún, gjörðu svo vel. Já, ég ætlaði bara út af því að það var verið að ræða skólamál og náttúrulega fyrirsjáanleikanum var þetta, en þá tókum við ákvörðun hjá bænum að leggja út svona forskráningu eða forkönnun svona til þess að kannski hafa eitthvað í höndum en við náttúrulega höfum talað um það og gerðum ráð fyrir því í fjárhagsáætlun að hér færi fram eitthvert skólastarf og við vildum allavega vinna út frá því. En ég held að það sé bara við hittum Grindavíkurnefndina í morgun, boðum þau á fund og þar sem við fórum yfir þessar tölur, það var síðasti dagur í gær. Og nú þurfum við að vinna út frá þessu ásamt öðru og við gerum ráð fyrir því að eins og við höfum talað margsinnis að tíminn vinnur ekki endilega með okkur Þannig að þá þarf að taka skynsamlegar ákvarðanir og við gerum ráð fyrir því að það sú niðurstaða kannski varðandi skólastarf með einhvers konar hætti og við erum líka í samtali við Reykjanesbæ og já, fá aðstoð varðandi þetta. En við gerum ráð fyrir því við til dæmis gerum ráð fyrir að kynna bæjarráðið þessar tölur á morgun og svo náttúrulega bæjarstjórnarfundur eftir í næstu viku þar sem við mögulega verða teknar einhverjar ákvarðanir. Það verður forvitnilegt að sjá hvað margir svöruðu. Síðan það næsta mál að þá var viðtal við hana Sólveigu Þorvalds í fréttum helgina þar sem hún talar endurreisn eftir hamfarir og svona sína á málin okkar. Og mér langar aðeins til þess að svona fá áframhaldandi svona útskýringu frá henni Sólveigu. Ef þú gætir aðeins farið yfir málið, Sólveig, gjörðu svo vel. Já, takk fyrir það. Já, þetta var algjör tilviljun. Ég var á pólitískum fundi í Árborg hvernig við eigum að hafa samfélagið og ég fór að ræða þetta með endurreisnina að hversu mikilvægt þetta að það sé til eitthvað verklag fyrirfram og Magnús Hlynur var þarna og greip mig og dró mig inn í eldhús og lokaði hurðinni og stakk mikrofón fyrir framan mig og það er eitt orð sem ég langar til þess að kannski að ræða eins betur. Það er þetta orð sem ég nota sem getur verið mjög neikvægt og það er orðið stofnanaumhverfi því að fólk hugsa enn ein helvítis stofnun. En þetta er það fyrirkomulag sem við höfum í okkar þjóðfélagi til þess að halda utan eitthvað sem er gert á vegum ríkisins, það er gert á vegum bæjarins og mér fannst ágætt ég búin að vera að hugsa þetta að bera þetta kannski þetta stofnanaumhverfi sem ég er að tala í svona endurreisnarmál saman við það sem við höfum varðandi rútuslys. Ef þið ímyndið ykkur rútuslys, það fyrsta svona stofnanaumhverfi sem að maður lendir í sem einhver sem er í rútuslysinu, að það er vettvangsliðið. Það er svona almannavarnir, við höfum eitthvað kerfi sem við köllum SABF, stjórnaráætlun bjargi framkvæmd, við höfum skipulag sem við notum þegar við erum að bregðast við á vettvangi. Það er eitt svona umhverfi. Síðan fer það á sjúkrahús. Það er allt annað umhverfi. Hvernig við vinnum á vettvangi, hvernig við vinnum á sjúkrahúsi, það er allt öðruvísi. En þar þurfum við að hafa eitthvað stofnanaumhverfi, fólk þarf að vera einhvern veginn menntað, það þarf að vera einhverju verkferlar, það þarf að vera einhver búnaður og svo framvegis.
svo kannski ferði í endurhæfingu og Grensás og það allt annað stofnanaumhverfi. Þannig það svona misjafnt sem þú ert að fara í gegnum eftir því hvar þú ert í ferlinu. Það alveg eins með mál eftir náttúruhamförum. Þá ertu líka með vettvangslið sem að koma og vinna á vettvangi og það með talað eins og fólk á vinnuvélum að byggja upp barnagarða. Síðan fer fólk og það þarf að fá aðstoð varðandi tímabundnar aðstæður. Eins og Bríet til dæmis kom að því að hjálpa til við að finna tímabundið húsnæði. Það sem sagt á númer 2 og svo í þriðja lagi það að vinna að endurreisninni. Það sem sagt annað stofnanaumhverfi. Við vitum það að ráðuneytum þurfa að koma þarna að og skipuleggja og staðreyndin svo að ef við erum verklag fyrirfram sem búið að ræða að þá ganga ákvarðanir alltaf miklu hraðar fyrir sig. Og til dæmis nú eru þau hjá Þórkötlu og Örn að ræða marga hluti og mig grunar, þó ég veit ekki alveg allt sem þau eru að ræða, ég held að margt af þessu sem að þau eru að ræða, með því svona reynsluna, eitthvað sem hefði kannski mátt gefa sér fyrirfram og ræða og hafa verklag fyrirfram, þannig það hægt að ganga miklu hraðar í þessu, en auðvitað náttúrulega hvert tilfelli sérstakt. Þannig þetta það sem ég að meina með hérna svona stofnanaumhverfi, hvort sem við á ríkið eða bænum eða samstarf, það þarf að vera eitthvað verklag fyrirfram, þannig það hægt að ganga hratt í hlutir á. En það þýðir ekki endilega að allar ákvarðanir þurfa að taka hratt. Því þeir eru, þessi Grindvíkingar náttúrulega upplifa það, sumar ákvarðanir þarf að drífa í, en sumar ákvarðanir þarf tíma. Þá þarf líka að leyfa tímanum, þannig það getur verið misjafnt. Og svo kannski segja bara frá því sem ég sagði frá fundunum, íbúafundunum, að rannsóknarmiðstöð Háskóla Íslands í jarðskjálftaverkfræði og þá heitir jarðskjálftaverkfræði, þá þetta bara náttúruhamfara verkfræði. Selfossi komið í samstarf við Ítali, Grikki og Portúgala svona þetta tímabil sem svona tímabundna tímabilið og endurreisnina og það hefjast núna bara núna í mars, þannig að þá hægt að þá er hægt að vinna í ýmsu og þetta gengur svolítið út á það að læra af ykkur í Grindavík, búa til einhverja ferla og líka náttúrulega ríkisstofnunum og svona búa til einhver verklag, einhverja ferla sem að væri hugsanlega hægt að nota annar staðar og síðan ætlum við að prófa þetta hérna á Selfossi. Þannig við ætlum að láta þau fara í einhver æfingar með þessa verkferla og þetta stofnanaumhverfi sem við ætlum að teikna upp með ykkur og sjá hvernig það gengur að nota á Selfossi. Þannig það það sem við ætlum að fara að gera núna næsta 2 árin. Ok, takk. Takk fyrir þetta, Sólveig. Einhverjar spurningar til hennar? Já, Pétur, gjör svo vel. Kannski þetta er bara góð hugmynd og vonandi vera þetta til þess að eitthvað svona fastara form verður á þessu framhaldsbjörgunaraðgerðum sko. En svona kannski í framhaldi að spyrja þá bæði Skarphéðinn og Fannar þeirra mat, hvað það sem að tefja? Hvað það sem að hvar eru þessi flöskuhálsar sem við erum alltaf að reyna að benda á og væla yfir og er þetta vitleysi okkur eða hvað metið þið þetta staðsetningun á þeim? Fannar, myndir þú vilja byrja? Svona þína sína á það? Já, Pétur, ég kannski ekki alveg nógu fókuseraður á hvað þú meinar með ákveðnu strandar aðalega segirðu, sem að við getum sem snýra bænum. Nei, ekki snýra neinn, bara sko, við erum að tala hérna að það ganga allt rosalega hægt. Þetta umhverfi sem að hún Sólveig er að lýsa ekkert í staðar og þetta bráðabera nefndir hér og þar og allt þetta sem og við vildum vera konum miklu lengra í svona stefnumótun með öllum þeim jarðfræðifyrirvörum sem alltaf koma. Það einhver pattstaða búin að vera núna nokkra vikur. Þóast á hvernig við komum inn í húsin, vitandi það fólk sem á að koma hingað í haust eða þarf 5-6 mánuði til að meta það og það þarf að komast inn í húsin til 3 einhverja ára, þú veit ekki að flytjast búferlunum sko, og þetta bara einfaldlega öryggismálin með þetta menn og áhættusamt eða
eða hvað vantar okkur finnst sem erum alla daga þetta, fyrir mig það bara öryggispakkinn, ég vil fá staðfestingu á honum og framsetningu, en hvar metið þið að hvar þessi flöskuháls, af hverju upplifum við okkur öll í einhverju pattstöðu? Já, sko, við höfum sem fengið náttúrulega fyrirspurnir frá eins og örugg, að þú ert að tala öryggismálin, þá erum við að tala aðgengi að bænum og svona að staðið aðeins ef það hafi verið fundir haldir og send skilaboð á milli okkar, héldum fundi í síðustu viku með örugg, svona málum sem að okkur finnst að sé spurt sem að kannski ekkert endilega okkar verksviði, sko, við stöndum einhvern veginn svolítið frammi fyrir því að maður spurðum hluti sem að, sko, bæjaryfirvöld ekkert að láta stranda á. Ég kannast ekki við að það sé eitt eða neitt sem að því snýr. Það frekar þannig að hættumatskort Veðurstofunnar og svo áhættumatið og þessi svona öryggismál sem ræðir, að það sé eitthvað sem að náttúrulega, ég segi ekki að það strandi á því, en það það sem að, það eru þau svona gögn sem að við þurfum auðvitað að ná einhvern veginn að vinna með eða komast áfram með. Þannig að þetta svona eins og hefur nú komið fram áður í umræðunni áðan, að þá þetta svona á hinum og þessum stöðum. Skólamálin núna eru í meðferð hjá bæjaryfirvöldum, eins og Árnún sagði, það fundur á morgun og bæjarráði og það ekki fyrsti fundurinn. Og það búin að vera samtal við skólayfirvöld í Reykjanesbæ og átti að vera fundur í dag, en hún var frestað viku. Þannig að þetta getum alveg sagt að þetta svona, þetta gengur ekki hratt með við það sem að margir myndu vilja, en ég sé ekki að bærinn sé beinlínis og alls ekki að draga hlutina. Þetta bara á forræði ýmis aðila sem svona hver sig einhvern veginn að reyna að vinna að sínu hlutverki og sínum skildum, og þá gerist þetta bara einhvern veginn svona. Þið veit að þetta er ekki skýrt svar, en hlutirnir eru þannig að það eru aðila bara með sitt hlutverk og það sem lítur á bænum, það eru svona ýmis mál sem að þurfa náttúrulega að geta gengið fram með þeim hætti að það sé ekki eitthvað lítið lokað á það hjá okkur, ef þetta svarar einhverju. Ég alveg sáttur við þetta svar, ég heyri bara út á sama rólum og ég held bara að þessi öryggismál gegnum Veðurstofuna og örugg séu bara ekki nógu góðu farvegi, bara sé ekki framsetning og þetta strandar einhvern veginn alltaf því, að mínu dómi. Ég veit að bærinn og allir þar á staði sér mjög vel og allt, þannig að misskilja ekki nefn spurninguna. Ég svona bara reyna, eru menn sömu sín og eru með öll með sömu sín að það hvar flöskuhálsinn, Skarphéðinn? Jú, ég getur nú sagt hvar flöskuhálsinn er. Sko, endurreisnin náttúrulega löngu hafin og það er fjölmörg verkefni í gangi. Það verið að reyna að stilla saman hvernig þetta allt saman á að fara, og ég meina, hluta til alveg rétt sem að Sólveig að fara í gegnum að varðandi svona, já, þessum kallað stofnanastrúktúr og í lögum alveg skýrt hvernig það að þegar að komið á þetta stig, þá það bæjarfélagið sjálft sem leiðir endurreisnina. Þetta hins vegar að þeirri stærðargráðu og umfangi að það hefur kallað á þátttöku ríkisins í því, og það hefur gert í gegnum þessa Grindavíkurnefnd. Hvernig þessu verður skipað til lengri tíma, ef að það þörf á einhver öðru heldur en bara bæjarfélaginu, sem náttúrulega stofnun sjálfu sér, að þá verður það bara ákveðið. Við erum að búa til þetta endurreisnarplan og hellingsvinni kringu það. Við skilum því fyrir lok mars. Svipað leyti skilar Alþjóðabankinn af sér. Það sem það
sú vinna náttúrulega gengur fyrst og fremst út og það að reyna að samhæfa og samræma þessi ólíku viðfangsefni sem eru, hvort sem það eru húsnæðismál eða skólamál eða hvað annað sem þarna öryggismálin náttúrulega, reyna einhvern veginn að samhæfa þetta því þetta þarf einhvern veginn að gangi í takt þegar verið að endur þessu bæinn. Og það það sem við erum að freista að gera, að reyna að finna út því hvernig það getur gengið fyrir sig. Og líka, og það að það sem að fókusin á á öllum þessum bjuggu í Grindavík fyrir rýmingu, öllum þessum 3800 manns, og það það sem við erum líka að horfa á, ekki bara þá einstaklingar sem vilja flytja aftur til Grindavíkur og þeirra hagsmuni allra hinna. Og meðal annars í ljósi að þá erum við búin að vera að vinna við þessar rannsóknir og kannanir og maskínukönnun sem við birtum í síðustu viku liður í því, en svo svo sem fjölmargt annað sem að því tengist sem að við erum að skoða. Það eru ákveðið form af rýnahópavinnu í gangi og líka ýmis önnur skoðun og svo eru fleiri rannsóknir, íslenska æskulýðsrannsóknir meðal annars sem hafa verið að sýna fram á hvernig fólk hefur það á þessum tímapunkti. Þannig að það er mjög mörg viðfangsefni sem eru og ég meina undirliggjandi náttúrulega það að óvissustig ennþá til staðar, það ekki búið að aflýsa því og þannig að það hellingur í gangi sem að einhvern veginn þarf að halda honum að móða úr. Þannig að við hafum vikið að því áðan það væri alltaf verið að spyrja sömu spurningarna við erum þá alltaf að veita sömu svörin. Ég meina sumar af þessum spurningum sem verið að spyrja ekki til svör við, hvorki í okkur eða öðrum. Og það hefur svona dálítið áhrif á það hvernig umræðan Það fjölmargt sem ekki hægt að svara eða einhver atriði sem snúa þá að öðrum að svara. Og þeir sem þurfa að svara þeim þurfa kannski að hafa einhverjar forsendur til þess að geta búið til sín svör. Þannig að það mjög margt í þessu sem að einhvern veginn óljóst og það leiðir bara þessum kringumstæðum, en það verið að reyna að vinna sig í átt að því að hafa svörin. Takk fyrir báðir tveir. Sólveig hefur óskað eftir að spyrja. Já, mér langar bara til þess að mér finnst þetta flott svör og mér finnst við vera kannski þá að ganga svolítið í takt með hvað í rauninni ef maður tekur bara svona heilt yfir það mikið í gangi eins og þeir báðir búin að segja en þetta ekki tengt, þetta svolítið sundurlaust, það hér verið að vinna og hér verið að vinna og það engin sem að hefur það að samhæfa heildina og svona, samhæfa og draga vagninn varðandi samhæfingu versus að stjórna. Það alveg tvennt ólíkt að stjórna og samhæfa. Og þó að kannski lögin segja að þetta sé hjá sveitarfélaginu, það náttúrulega Grindavíkurnefnd til og það ekki bara hægt að segja þetta hjá bænum, þetta miklu flóknari heldur en það. Þannig að þetta bara mál sem að vonandi við náum sem Íslendingar að taka með festu núna í framtíðinni. En eitt sem ég langar að segja, því þú ert að segja þarna með fólk sé að spyrja sömu spurninga og þá kemur alltaf sömu svarið. Aðeins kannski með það að ég held að það sé alveg hægt að taka allar þessar spurningar og gera meir úr því að taka þær og skipuleggja allt sem fólk að segja, því að fólk náttúrulega að tala svona á fundum, þegar nefna þetta og nefna hitt og þetta náttúrulega voðalega mikið og náttúrulega óskipulagt, því þannig það þegar fólk að tala bara á fundum, en það væri hægt að grípa þetta betur á fundunum og taka þetta saman og fara yfir þetta og sortera og greina og svona koma með svona svör sem að þannig að fólk þarf ekki alltaf að vera að spyrja þetta aftur, því þá veit að, með þessa spurningu þá þetta svarið. Og ég held að það væri alveg hægt að
vinna eins meir í því, en þá þarf náttúrulega starffólk til þess að vinna í því. Þannig að, já, en mér finnst bara æðislegt að mér finnst tónninn í öllum vera það sama, að það þarf svona að halda betur utan þetta og við bara lærum öll af því. Ok, takk. Takk fyrir þetta, Sólveig. Það náttúrulega bara þannig að ef við hefðum ekki selt frá okkur húsin okkar þá væru við í allt annari stöðu, þá væru bara ansi margir komnir heim og við værum ekki tala á þessum nótum hérna. En svo ekki raunin. Niðurstaðan var þessi og við erum að tala þetta núna og þetta aðal atriðið. Þetta það sem brennur helst á fólki alls það sem að við förum, við í Játgerði. Og þetta þá stór ákvörðun núna af því að allt gengur svo hægt að fólki finnst að það spurningi sem brennur á fólki. Hvenær fæ ég svar að geta tekið þessa ákvörðun? En tíminn hlaupinn frá okkur og ég vil þakka ykkur fyrir góða umræðu, góðan fund og sjáumst að viku liðinni. Verðið bless.